Þórhildur Þorleifsdóttir næsta máldagskrá. Ég verð nú bara ég verð að viðurkenna þetta vefst örlítið fyrir mér. Sko, hvað er vandamálið? Ég get ekki betur séð að eitthvað sem við köllum áfangaskjal hljóti fyrst að vera fyrirsagnir sem síðan verður bætt inn í og þá getum við bara til þess að og síðan séu hinir möguleikarnir með. Mér finnst alveg sjálfsagt eins og Katrín Fjeldsted nefndi að hafa sko upplýsingar frá stjórnlaganefndinni líka. Það er mjög aðgengilegt fyrir fólk að geta þá kynnt sér sko marga kosti, ekki síst ef það þarf að kaupa fyrir 23.000 krónur þá skýrslu. En vil nú aðeins minna á sko orð sem ég heyrði í útvarpinu núna fyrir nokkrum nóttum hvort það væri ekki hægt að lækka þetta verð svo að einhverju geti keypt sér þessa bók, en það er ekki viðfangsefni okkar. En sko við getum alveg sagt að það sé þá út af fyrir sig svona teóretísku möguleiki ef að það yrði niðurstaðan, og nú er ég bara að taka dæmi sem að ég býst ekki að verða ofan á, en ef að þannig að mál æxluðust þannig, þá gætum við tekið alla stjórnarskrána núverandi svona leggur sig og flutt hana inn í áfangaskjalið, ef að það væri skiljiði niðurstaðan. Þannig að ég sé ekki að það setji núverandi stjórnarskrána til hliðar að hún sé einn af þeim kostum sem verður að vinna með, en að okkar vinna hljóta að vera. Já, ég er að segja, ég skil ekki alveg hvað máli snýst. Það er nú kannski, þetta er svona, ég skil ekki hvað er deilt, fyrirgefiði. Ég bara verða viðurkenni, ég átta mig ekki á því. En svo ætlum ég bara að segja eitt viðbót, fyrirgefiði, og þið bara útskýrið þetta fyrir mig, að þarna, mér finnst að við maður varast fyrir svona stimplanir, eins og eitthvað sé róttækur og eitthvað sé ekki róttækur. Við erum kannski bundin af hefðbundnum skilningi þessara orða, þó að orðið róttækur, sko, orðið skýrir sig sjálft, þetta er mjög gagnsætt orð, en við vitum að orð eru að fá svona verða gildishlaðir, að þau eru notuð í vissu samhengi og alveg eins og ég veit að það hefur verið svona sortir að hver væri hvar pólitískt hér í þessum hópi, sem ég bara frábið mig að vera sett í þannig flokka, en bara svona upp á að greiða fyrir allri umræðu að við forðumst svona stimplanir hvert og annað, þú sért svona og svona og þú ert svona og svona. Takk fyrir.